Föstudagsþátturinn heldur áfram en Arkitektúr og Akureyri sýning sem opnar í listasafninu í Ketilhúsi á morgun. Þeir eru sest hérna hjá mér sýningarstjórarnir. Velkomin. Hvað getið þið sagt mér þessa sýningu? Já, sýningin hún í rauninni, það náttúrulega ekki hægt að sýna eða fjalla allan Arkitektúr og Akureyri, þannig að við þurfum að velja afmarkað verkefni. Og við völdum að skyggnast svolítið á bakvið sköpun verksins. Þannig að við völdum byggingar sem hafa hlotið alþjóðleg verðlaun eða hérlendis eða unnið í samkeppnum og þau eru öll aðgengileg almenningi. Þetta eru stofnanir eða kaffihús og við höfðum samband við arkitektana og þeir senda okkur og sögðu okkur í rauninni frá vinnsluferlinu, frá hugmynd að fullunnu verki. Þannig að þetta allt byggingar eftir núlifandi arkitekta? Já, og við völdum núlifandi arkitekta til þess að geta spurt á útúr eða fengið upplýsingar frá þeim. Og það verkefni að velja, það eru mörg falleg hús á Akureyri. Hvernig gekk það fyrir sig að velja þessi hús? Já, það má kannski segja að sé svona heppni að við sem að byrja. Og arkitektúrsýningar verða og hafa verið reglulegur þáttur í starfsemi listasafnsins og verða áfram. Þannig að það verður alveg örugglega haldið þessa braut lengra. Og það þannig með byggingalistina, hún svolítið svona sér á parti í listgreinum að hún allstaðar umhverfis okkur. Og kannski sú listgrein sem hefur mest áhrif á okkur hversdagslega. Og þess vegna held ég að sé alveg svakalega skemmtilegt fyrir fólk að koma og skyggnast raunverulega á bakvið þessar stóru merkilegu byggingar sem að við höfum valið. Hús og byggingar, þetta einhvern veginn eitthvað sem algjörlega partur af manns daglega lífi og maður spáir ekkert í þessu. En hægt að færa rauk fyrir því að öll þessi hús hérna bara í kringum okkur núna séu listaverk? Skilgreining á listaverki? Já, þetta náttúrulega alveg þetta níðþungt Já. En já, að vissu leyti, já, en síðan náttúrulega spurning hvort að við erum að gera góða list eða ekki. Hvort við erum raunverulega að veita hinum listrana þætti nógu mikla athygli. Og það held ég vanti mikið upp á. Og þarna erum við líka þá með að velja svona fáar byggingar og kafa djúpt ofan í þær. Að gefa fólki líka svolítið svona sans fyrir því hvað það þegar að þessi fyrirbæri eru sett framalega. Og það líka þannig að eins og með byggingarlist að það ekki bara að byggja hús. Þú þarft að hugsa til hvers á að nota húsið, hverjir eiga að nota það, í hvaða umhverfi það, þannig að það falli inn í umhverfið og í rauninni þannig að það heilmikil rannsóknarvinna og hugmyndavinna sem liggur að baki hverja einustu byggingu í dag. Og það kannski það sem hefur breyst að í staðinn fyrir einni öld þá voru húsin bara byggð og þá var þetta bara praktísk sjónarmið. En núna farið að taka miklu fleiri þætti inn í. Og þetta hönnunarferli frá hugmynd að fullunnu getur verið mjög langt. Segðu mér aðeins nánar frá sýningunni, hvernig hún svona uppsett hjá okkur? Við erum með þessar 5 byggingar, þar sem við fjöllum sérstaklega og þær fá frekar stórt rými. Síðan erum við lítum við í baksýnisspegilinn og við höfum verið í samstarfi við Minjasafnið og við völdum ljósmyndir, annars vegar af ákveðnum svona stöðum á Akureyri og fengum ljósmyndara Daniel Starason til að taka myndir á nákvæmlega sama stað og klippa það svo saman í vídeó þar sem að gamli tíminn í rauninni, að nýji tíminn flæðir inn í gamla tíminn. Og já. Það kannski koma því líka hvað það nytsamlegt og gott fyrir okkur að eiga svona safn eins og Minjasafnið og þann fjársjóð sem þar af gömlum byggingum og upplýsingum þróun bæjarins og geta haft þau til samstarfs og bara hér á þessum lógastóra bletti. Það var alveg frábært. Þegar þið eruð að skoða eins og þessar myndir, svona bæjarmyndin og skipulagið búið að breytast gríðarlega gegnum árið, eða það ekki? Jú, það það og við sýnum líka, fengum líka í samstarfi við skipulagsdeild Akureyrar, þá fengum við líka frá þeim kort, uppdrætti af Akureyri frá 1927, 1972,
1990 og svo 2005 sem það skipulag sem í gildi núna. Þannig að við sýnum það líka og þar sést líka þróun bæjarins. Þegar á að byggja eitthvað nýtt, einhverja nýja byggingu, þá oft samkeppni og eru margir sem koma með hugmyndir. Þannig að það lítur að vera líka hægt að velta fyrir sér svona hvað ef einhver önnur bygging hefði orðið fyrir valinu. Við erum nú heldur betur með svoleiðis þarna sjónarhorn í þessari sýningu og við svona byggðum í sýningarrýminu það einfaldasta byggingaform sem til er. Það bara kassalega hús. Og þar hengjum við upp litlar myndir, svona samlokur, af hlutum sem eru horfnir úr bæjarlíkamanum, ef við getum orðað það svo. Fallega byggingar sem hafa annað hvort brunnið að vera rifnar. Og þá getur fólk einmitt velt þessu fyrir sér. Hvað ef við ættum þetta ennþá? Ég las það í tilkynningunni frá okkur að að gestir sýningarinnar geta einhverju leyti tekið þátt líka. Hvernig gengur það fyrir sig? Sko, okkur langaði til að skapa þetta samtala á milli sýningarinnar og bæjarbúa og við erum með eitt kort af Akureyri þar sem að verða hengdar í kringum það myndir sem að fólk sendir inn. Þannig að fólk getur tekið myndir af ákveðnum húsum sem því finnst eiga heima á sýningunni og sendt í tölvupósti á listak@listak.is og sem sagt merkt það Akureyri efnisþáttinn í póstinum, arkitektur segi ég, og tilgreint þá hvar myndin er tekin, hvaða heimilisfang og húsnúmer og hver ljósmyndaði. Og við munum hengja þessar myndir upp, bæta þeim við sýninguna eftir því sem að tíminn líður. Við munum hengja upp svona 2-3 í mánuði í sumar. Og þessi sýning opnar á morgun, hvað stendur hún lengi? Hún stendur Fram að Akureyrarvöku. Fram að Akureyrarvöku, þannig að þetta er svona sumarsýningin. Já. Akkúrat. Þetta er virkilega spennandi, þakka ykkur kærlega fyrir. Það var ekki fleira hjá okkur í föstudagsþættinum að þessu sinni. Verið sæl.